Hér á Landspítala hefur tekið upp stefnu í tungumálum sem við unnum í samstarfi við erlent starfsfólk hér á spítalanum. Það er mikil öryggisatriði að sjúklingar og starfsfólk tali saman á tungumálum sem allir skilja, bæði til að koma upplýsingum til skila og við skiljum rétt það sem er verið að segja við okkur. Það felst í því að allt starfsfólk Landspítala þarf að hafa að jafnaði hæfni B2 í íslensku á evrópska tungumálarammanum. Að öðrum kosti hafi ekki þá hæfni, þá þurfa að hafa B2 í ensku. Þetta er gert til að tryggja öryggissjúklinga og aukið samtal og samstarf starfsfólks. Sjúklingar hafa komið með athugasemdir það að starfsfólk er stundum að tala saman á tungumál sem þau skilja ekki og það vekur hjá þeim óöryggi og kvíða. Það erlenda starfsfólk sem kom að vinnslu þessara stefnu, það hefur orðað það við okkur að þeim þykir erfitt að vita ekki til hvers er ætlast að þeir kunni íslensku og erum fagna því nú að það sé komin eitthvað krafa og þeir vita þá að hverju þeir eiga að vinna til að geta átt starfsframa og þróast betur í starfi hérna innan stofnunarinnar. Lífið verður skemmtilegri fyrir okkar að læra og kunna betur tungumálið og svo líka mikilvægt fyrir þegar við erum að veita þjónusta. Að því fullt skilning hvað er í gangi er mikilvægt fyrir vinnuumhverfi pluss sjúklingur sem við erum að sinna. Þetta er 100% öryggismál fyrir okkar hérna á Landspítalanum. Ég er að vinna á geðsviði, þú ert meðferðartæki. Við erum ekki með tækjutól sem við getum nota. Ég sjálf er meðferðartæki. Með því að setja þessa stefnu þá gerir það kröfur á spítalan að styðja vel við starfsfólkið, gera þeim kleift að sinna íslensku námi í vinnutíma sem að bjóða upp á námskeið sem að eykur hæfni þeirra íslensku. Við höfum jafnan sett inn í starfslýsingar eins og hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða hverjar kröfurnar eru til að þróast áfram í starfi varðandi verkefni sem þau sinna. Landspítali hefur gert samning við Háskólann á Bifröst innleiðingu á ákveðnum hæfniprófum til þess að starfsfólki geti þá tekið próf og meti hver hæfni þeirra er í íslensku og þá farið á námskeið sem að henta þeim svo þeir ná ennþá betri hæfni í íslensku. Í framhaldi af þessu munum við fara aðeins meiri kraft í það að tryggja hæfni í íslensku og við erum hefja núna fyrstu skrefin í því á Landakoti en þar er okkar hæsta hlutfall erlends starfsfólks við störf. Og það felst í meðal annars að búið er að ráða inn íslensku kennara í starf þar sem fer yfir hver er þörfin og hvernig við getum tryggt íslensku kennslu til framtíðar.